Í einslögun aðalega tvær mismunandi tegundir af dæmum sem við búast við að fá, en í raun útreikningur sá sami í báðum tilfellum. Annars höfum við búast við píramídadæmi, uppáhaldin ykkar. Þá höfum við píramída til dæmis, eða geti verið eitthvað annað, geti verið tré eða eitthvað bara. Og við höfum mann. Og píramídin hérna hefur einhver ákveðna hæð sem að yfirleitt þá ekki þekkt, við erum að leita henni, og eitthvað ákveðið langa skugga. Maðurinn hefur einhverja hæð og einhvern ákveðið langa skugga líka. Þá erum við komið hérna með tvær einslaga línur. Línan hér og línan hér og línan hér og línan hér. Og það eru hlutföllin á milli þeirra þau sömu. Ef við köllum nú stuttuhliðina í píramídanum stórt A og stuttuhliðina löngu í píramídanum stórt B og stuttu hjá manninum lítið A og svo lítið B fyrir skuggan, að þá eru komið hluti sem eru hérna hægt að fullera að hlutföllin á milli stóra A og stóra B eru þau sömu og hlutföllin á milli litla A og litla B. Þannig að hlutföllin í báðum þessum formum eru eins. Þess vegna eru einslaga. Og þá er ég bara komið með jöfnu hérna og ég get einangrað hvað sem í jöfnunni ef ég fæ hitt allt uppgefið. Segjum nú að ég fá að vita að skuggi píramídans hér sé 10 metrar. Og ég fá að vita að skuggi mannsins sé 2 og hann sé 1 metr á hæð. Þetta var bara krakki. Jæja, og ég á að finna hæð píramídans. Þá set ég bara þær upplýsingar inn sem ég veit. Ég veit ekki stóra A, ég veit ekki hæðina. Ég veit stóra B, það er 10. Og ég veit litla A, það er 1. Og ég veit litla B, það er 2. Og nú einangra ég bara A. Hvernig einangra ég A? Jú, A er deilt með 10 og til að losna við deilt með 10 margfalda ég með 10. Þannig næsta skref er A deilt með 10 sinnum 10 sama sem hálfur. Og ég verða margfalda þetta með 10 líka að því ég gerði það hinum einn. Þessar 10 eyða þá hvor annari út. Þannig að þetta verður bara A hérna megin og hinum einn verður 1 hálfur sinnum 10 sem er þá 0,5 sinnum 10 sem gefur okkur 5. Hér er mjög æskilegt og ég mæli með, það er ekki nauðsynlegt. Hér getið bara slegið inn í varsagni 1 deilt með 2 sinnum 10 og fengið töluna. En ég mæli með að ef þið margfaldið svona tölu við brot að þið takið töluna bara upp á strikið. Það má. Ef þið margfaldið svona heila tölu við eitthvað brot upp á strikið með hana. Þannig að þetta verður þá 1 sinnum 10 fer bara upp á strikið og 2 verður eftir niðri. Það er ágætt að venja sig þetta. Þannig að talan má fara upp á brotið. Og að gera við sem nokkuð skrifið viðbót en hérna þetta er svona sumpart betri útskýring. 1 sinnum 10 er bara 10, þannig að A verður 10 deilt með 2 og hér getið þið þáttað eða þið getið bara deilt 10 deilt með 2 eru 5. 10 striki undir svarið. Þannig að hæð píramídans er 5. Hinn tegundinadæmi væri til dæmis sem reyndar Þales líka hafa uppgötvað. Það var hann sem átti að hafa mælt hæð píramídans í Egyptalandi svona. Hann átti líka hafa uppgötvað leið til að mæla hvað skip væri langt frá landi. Og líklega hefur hann þá farið svona að því. Hér er skip eitthvað ákveðið langt frá landi og við höfum að komast að því hvað það er langt frá landi án þess að yfirgefa ströndina. Ég mynda þá þríhyrning milli skipsins og landsins. Til dæmis bara svona. Þetta er þríhyrningur. Og ég mynda annan þríhyrning, hér er rétt horn. Ég mynda annan þríhyrning og nota línurnar úr fyrir þríhyrningnum hérna 2. Þá veit ég að þessi 2 þríhyrningar eru einslaga. Ég veit þeir eru einslaga vegna þess að það eru 2 horn sem eru jafn stór. 90 gráða hornin eru jafn stór og topplægu hornin hérna sikkur megin við snertipunktin eru jafn stór. Og ef 2 horn eru jafn stór þá eru öll hornin jafn stór. Núna þarf ég upplýsingar. Við skulum kalla leiðin í bátinn stóra A og leiðin eftir landinu stóra B. Og nú þarf ég að finna hvað eru sambærilega hliðar í þríhyrningnum. Og það er nú tiltölulega auðvelt að finna það. Ég horfi bara hvar 90 gráða hornið er og hvar snertipunkturinn er og ég sé
að þessi þríhyrningur eins og hinn nema hann snýr þannig að B og A eru svona. Þannig að ég get ímyndað mér að ég standi hér við rétta hornið og ég rétti hægri hendina hingað, ég rétti vinstri hendina hingað, að þá hægra megin við mig er B og vinstra megin við mig er A. Ef ég staði nú hérna við rétta hornið svona og gera það sama, horfið á rétta hornið, þá hægra megin við mig á B að vera hér og vinstra megin við mig á A að vera. Þetta til dæmis ein leið til að gera þetta. Jæja, fáum nú upplýsingar, segjum að B sé 20 metrar, stóra B, segjum að litla B, þetta sé 2 metra langt og litla A sé 3 metra langt. Þá skrifa ég hérna upp, ég veit að hlutföllin á milli A og B í stóra eru sömu og hlutföllin á milli A og B í litla. Ég veit ekki hvað stóra A er, en ég veit hvað stóra B er, það er 20. Og ég veit að litla A er 3 og ég veit að litla B er 2. Og nú held ég bara áfram. Ég þarf að einangra A og það er deilt með 20, þannig ég gerir sinnum 20. A deilt með 20 sinnum 20 til að eyða því, sama sem 3 aðrir sinnum 20. Og nú ætlum ég að gera eins og áðan. Það verður bara A öðrum megin, hinum megin verður 3 sinnum 20. Tek það upp á striki bara, deilt með 2, sama sem. Hérna getum við líka nota bara vasareikni. A sama sem 3 og 20 eru 60, deilt með 2. A er 30 og útreikningnum lokið.